Menningarstríðið sem nú á sér stað í opinberri umræðu stríð sem á upptök sín á netinu frá árinu 2010. Það sem við ætlum að kafa aðeins ofan í dag hvernig úlingar haga sér á samfélagsmiðlum, hvernig þeir reyna að finna út úr auðkennum til þess að skilgreina sig, hvernig þeir búa til subcultures eða jaðarmenningu og hvaða áhrif það hefur á samfélagið í víðara samhengi. Það hefur verið algengt að hegðun og umræður reiðra, erfiðra ungmenna með blátt og bleikt hár á samfélagsmiðlum séu hundsaðar eða ekki skoðaðar alvarlegar því við sjáum ekki áhrif þeirra á raunheima. Við erum hins vegar að sjá að slík nálgun röng því á aðeins nokkrum árum fóru umræður það sem einmanna, jaðarsettir og einangraðir úlingar skrifuð á netinu að smitast inn og birtast okkur sem megiströmm skoðanir og lífsspeki í menntakerfinu, inn í stjórnkerfinu, mannaðstöldum stórfyrirtækja og hjá ýmislegum góðgerðarstofnunum og hagsmunasamtökum. Árið 2018 sagði einn áhrifavaldur á YouTube og transkonan Riley J. Dennis að samkynhneigð væri í raun sambærileg kynþáttafordómum. Á þessum tíma fékk Riley að heyra það og hlaut harkalega gagnrýni fyrir þessa hugmyndi sínar. En svo ef við spólum áfram til ársins 2022, þá helstu leiðtogar hinsegin hreyfingarinnar að endurtaka einmitt það sem hann sagði. Ofneysla á svæsnu harðkjarnaklámi eða hardcore porn á netinu, dapurlegar efnahagshorfur og hefðbundin gelgja úlinga sköpuðu þar aðstæður að ungt fólk samsafnast undirmenningu á netinu. Hvernig hinsegin kenningar uxu í gegnum fræðimenn aðeins einn anginn að þessu. Hinn anginn hvernig ungt fólk á netinu tók þessar hugmyndir til sín og byggðu sjálf áfram á þeim það sem við köllum kynja- og kynvitundar hugmyndafræðina í dag. Einn af fyrstu samfélagsmiðlunum sem varð eins konar miðstöð fyrir þessa hugmyndir var Tumblr. Tumblr var stofnað árið 2007 og var örblogg vettvangur sem upphaflega var notaðar af höfundum listræns efnis og eins og ljósmyndun, skrifum og myndlist. Tumblr var fljótt vinsælt meðal unglingsstúlkna og höfðaði til þeirra með áherslu á femmenningu og alternative styles, á meðan Instagram og Facebook og aðrir samfélagsmiðlar voru að kynna þessa mjög stífu tegund af kvenleika og háum fegurðarstöðlum. Tumblr varð öruggt rými eða svokallað safe space fyrir unglingsstúlkur til þess að tjá sig, sérstaklega á bak við nafnleysi og lausar við stífa og háa staðla. Á sama tíma einnig að verða til grúppering sem oft nefnd The Manosphere eða á íslensku hef ég valið að nefna það Karlrúmsloftið. Þetta var samansafn af svokölluðum incels, ósáttum körlum og hreyfingum eins og men going their own way og fleirum. Þessi hópur samsafnaðist hvað mest inn á 4chan. 4chan ensk vefsíða byggð á japönsku Futaba þar sem fólk getur sendt inn og rætt myndir og ýmislegt annað efni. Síður eins og þessar oft kallaðar myndspjöld eða image boards. 4chan var stofnað árið 2003 af Moot sem einnig þekktur sem Christopher Poole sem var aðeins 15 ára á þeim tíma. Á vefsíðunni birtu notendur myndir og ræddu þær. Þegar síðan byrjaði var hún að ræða anime og manga en nú mörg önnur efni rædd. Eitt á borðanum á síðunni sem kallast _b_ tilengað tilviljunarkenndu efni og oft nefnt í fjölmiðlum. Fólk hefur tengt 4chan við allt hægri, nínasista og helförar afneitundur og sem á þá sem hluti af rauðbrúna bandalaginu vegna þess að þar svæði sem helgaðar þeim. Alls konar kvenfyrirlitning fekk að grassera þarna óáreitt og það var mikið óaneða karla á vefsvæðinu sem ræddu stöðu feminisma mikið á þessum tíma. Allt mátti á 4chan, allt frá edgy jokes eða vafasömum húmor til kvenfyrirlitningar, kynþáttafordóma og homofóbíu. Fljótlega fór þessi hegðun að smitast út fyrir 4chan og aðra samfélagsmiðla á borð við Facebook og Twitter.
Á sama tíma og ungir karlar voru að þreifa fyrir sér í því sem oftast nefnt hægri pólitísk stefna, þá voru unglingsstúlkur mjög virkar á Tumblr. Tumblr varð vettvangur fyrir unglingsstúlkur og var fljótt heimkynni nýrar tegundar frjálslindrar sjálfsmyndunarhyggju. Það var ekki bara hægri pólitík sem þróaðist á þessum tíma á netinu, því margir ungir karlar fengu sífellt meiri áhuga á hægri stjórnmálum á meðan ungar konur og stúlkur voru að velta fyrir sér kynjapólitík. Þessar tvær grúpperingar á andstæðum pólum nærðust á hvor annari og urðu í raun rangsnúnar spegilmyndir eins og Angela Nagle kemur inn í bók sinni Kill All Normies sem kom út árið 2017. Tumblr-notendur voru ekki uppteknir af efnahagslegum ójöfniði eða verkalýðshreyfingunni eins og dæmigert fyrir vinstra væng stjórnmálana, heldur var nýtt vinstri að verða til sem fókuseraði nær eingöngu á identity politics eða auðkennisstjórnmál í allri sinni fljótandi mynd. Mikilvægasta þema á Tumblr á þessum tíma var svokölluð aftenging eða á ensku disembodiment. Þið verða að hafa það í huga þegar við förum í gegnum allar þessar klikkuðu skilgreiningar á örauðkennum sem komið aðan. Aftenging algeng meðal unglingsstúlkna þegar þær eru við kynþroskaskeiðið. Þegar þær upplifa og taka eftir aukinni athygli, sér í lagi á kynferðislegum nótum. Líkami þeirra verður að staða sem veldur þeim kvíða og angist. Þeim finnst líkaminn ógeðslegur og þeim líður eins og heilinn tilheyrir honum ekki. Pólitíska hugmyndafræðin sem það þróuðu á Tumblr einkendist einmitt af þessari aftengingu og kvíða og kom af kyni, kynlífi og kynhneigð. Ef við berum saman réttinda og frelsisbaráttu samkynhneigðra og þetta, þá mynduðu þessar unglingsstúlkur með sér allt annað sjónamið kemur að kyni og kynhneigð. Á meðan samkynhneigðir litu á kynhneigð sína sem meðfæddan, óbreytanlegan og óvalkvæðan hlut af kynferði sínu, þá sáu notendur Tumblr hlutin í aðeins öðruvísi ljósi. Þeir höfðu meiri áhuga á meintu flæðandi eðli á þessum skilgreiningum og meiri áhuga til þess að búa til fleiri og fleiri af þeim. Til dæmis þá þróuðu unglingar á Tumblr með sér The Split Attraction Model eða eins og ég vel að íslenska það, tvískipta aðlöðunarmódelið. Þetta módel býður upp á það að þú getur laðast kynferðislega að einu kyni en rómantísta öðru. Þetta módel skelfilega homofóbískt þar sem það einblínir á kynlíf en ekki ást. Þetta módel hefur haft þar afleiðingar að það hefur tekið ungmenni mun lengur að átta sig á kynhneigð sinni og tilfinningum sínum. Þetta módel normaliseraði þá hugmynd að þú getur stunda kynlíf án þess að þróa með þér neina rómantískar tilfinningar eins og gengur og gerist í klámi. Ofnotkun á klámi þessa hóps var til þess að þetta módel varð yfir höfuð til. Stefania Arnardóttir sálfræðingur kom ágætlega inn á þetta í grein sinni á Vísi birt þann 19. júlí 2023 sem ber heitið Af klámi ertu komin, að klámi skal sjálfið verða. Ég mæli með lestur þessarar greinar. Þar kemur hún inn á notkun svokallara kynsegin unglinga sem nota skilgreiningar sjálfa sig sem eru beint úr Tumblr. Mun fara betur inn á það á eftir. Ef þið eru að spá í af hverju þetta skiptir máli fyrir réttindabaráttu samkynhneigðra, þá svarið einfaldlega það að þessar hugmyndir unglingsstúlkna á Tumblr voru teknar fóstri af kynjafræðingum og nú að finna á lista yfir kynhneigðir á fræðsluvef samtakana 78 og tila.is. Samtökin 78 eru mjög upptekin af þessari tilteknu kynhneigð og þau ásamt mörgum öðrum mainstream fyrrverandi samtökum samkynhneigðra hafa þróað með sér daga og vikur til þess að setja þetta í fókus. Til dæmis notaði Stonewall þetta kynningarmyndband til þess að kynna eiginnheigð. That calls me a virgin loser and then one that calls me a slut, like right next to each other, and I'm like, so am I a slut or am I a virgin? Like.
I think people just think that modeling and asexuality, particularly the kind of modeling that I do, doesn't go together just because they don't like seeing asexual people who are good looking, and it perplexes them. If they see you exuding any kind of confidence or doing something that they find sexually attractive, then they think you can't possibly be asexual. If I'm sexually attracted to you, which makes no sense. Well, the misconceptions exist because there is a lack of general awareness about asexuality within mainstream culture, education, public policies, in pretty much all areas. People tend to think that asexuality is a mental disorder, physical disorder. It's the same thing as celibacy. It's a lifestyle choice. It's the reflection of anti-sex attitudes, childhood trauma, bad relationship experiences. It's a personality flaw. People think that your sexuality or what turns you on or what doesn't turn you on is a reflection of your character and your life experiences and your personality and your physical makeup. And that it is still seen as being like a very natural, fundamental piece of human existence. There are lots of asexual people who still experience romantic attraction, even if they don't experience sexual attraction. So they still, they still have all of those other feelings. They're just uninterested in having sex with the people that they are in love with. And that doesn't make that love any less legitimate or invalid. And similarly, there are people who experience who are, as we would say, aromantic, which means that they don't experience romantic attraction like me, who aren't asexual. You can't experience one without the other. It's usually the evil character, kind of like the kind of Voldemort-esque character, or it's the alien, it's the robot, it's the Data from Star Trek, or it's your socially inept nerd like your Sheldon Cooper, who just is very not good at reading people and just kind of lacks in a lot of human empathy, and therefore the asexuality is meant to be a reflection of that. And then as the characters become more human and become more likable, sexuality just naturally plays into that, and they start to become more normal as they experience sexual attractions. But yeah, most of the time asexuality is represented by awkward white men. When you're trying to come out as asexual, you have to kind of not just convince people that you're asexual, but you have to convince people that asexuality actually exists. So it's twice as exhausting, and it's twice as likely to backfire, and it's twice as much effort. And that is quite discouraging for people who do want to come out, because, even for me, it took me 10 years to come out. And that's not because I only came out once in 10 years. It's because I did it very often, and it took 10 years for people to believe me. It was kind of my way of giving the agency back to the asexual community so that we could represent ourselves and show how diverse we are and show how diverse our self-expression is. I think it's beneficial for the whole of the queer community to be as inclusive as possible, not just of different races, and to combat the racism that exists within the queer community, but also to just expand the conversation out of just talking about the L, the G, the B, and the T, because there is a plus and there's a lot that falls within the plus. And I think you're limiting your perspectives of sexuality if you aren't being inclusive of asexuality. Your sexuality can't be influenced by the events that happen in your life, which is not true. Hello lovely humans, welcome to this space on the internet. Today we're talking about asexual spectrum identities. The term asexual is an umbrella term describing anyone who experiences little to no sexual attraction, but there are many different asexual identities other than simply asexual, and that's what we're going to be looking at today, some specific different identities on the asexual spectrum.
The first identity is gray sexual or gray asexual. Gray asexuals experience some sexual attraction, though it may be rare or mild or inconsistent or otherwise irregular. This can also function as an umbrella term for anybody who's not completely asexual, as in experiences no sexual attraction ever, but does not identify as allosexual or as experiencing sexual attraction. My space ace friend Laurel is gray asexual, so look forward to more content from her to get the details on the experience of being a gray ace. The next asexual identity is something called demisexual. Demisexual people will experience sexual attraction, but only after a very close emotional bond is formed. This means that they won't ever experience initial sexual attraction to somebody. It takes getting to know them first. My other space ace friend, Kaden, identifies as demisexual, so look forward to content from them in order to get to know the demi experience. The next asexual spectrum identity is something called phrasexual. Phrasexual people will experience sexual forms. The next identity is lithosexual. Lithosexual people will feel sexual attraction, but not necessarily. Next identity on the list is autosexual. This involves somebody with a partner. Next is reciprosexual. Reciprosexually attracted to them. Next is cupiosexual, which is an identity of ships. Next is idomsexual. This one's an interesting one. Someone who is idomsaction. Next is aceflex. Aceflex is another flex. Next identity is something known as ace spike. Someone who's flex. Next identity is something known as ace spike. Someone who is ace-fraction. Next is quasexual, based on it. Next is fictosexual. This is no characters. Next is erosexual. I may be pronouncing this one wrong. Attraction. And last but not least is cadesexual. Again, I might be pronouncing this one wrong, but it's similar to erosexual or erasexual, whatever it is, in that it describes someone who did once feel sexual attraction. Þannig að ef kynhneigðar eru skilgreindir á þennan hátt, hvað þýðir það þá að vera samkynhneigður og jafnvel gagnkynhneigður? Skilgreiningar sem voru traustar og skiljanlegar hafa verið teknar úr sambandi af samtökum sem hafa verið yfirtekin af kynjafræðingum af Vesturlöndum. Fleiri skilgreiningar urðu til á Tumblr á þessum tíma eins og sést hér á upptalningu af fræðsluvef samtakana 78 hinsegin frá Ö til A. Það var ekki nóg að búa til heilan vörulista af kynhneigðum á Tumblr, heldur tóku notendinu líka upp á því að búa til heilt lexikon af kynjum eða kynvitund. Aftekingin var orðin svo sterk í þessu netsamfélagi að þær höfðu engan áhuga á kvenleikanum eða af því að vera konur á annað borð. Þetta leiddi af sér skilgreiningar eins og kynsegin, transmask, transfem, flæðigerfa og svo framvegis. Akademían fór svo að taka eftir þessari þróun á Tumblr að unglingsstúlkur voru að taka þessar postmodernísku kenningar sínar og lifa eftir þeim. Þannig að kynjafræðingar í hinsegin fræðum skrifuðu til dæmis þessa grein í Feminist Media Studies. Í greininni fjallað að Tumblr bannar klám á sínum síðum árið 2018 í ótta við dreifingu á barnaklámi. Hinsegin fræðingar sögðu þessar aðgerðir Tumblr vera skaðlegar transsamfélaginu. Þeir héldu fram í greininni að efni ætlað fullorðnum hefði fræðilegt gildi. Þeir héldu því einnig fram að bannið bitnaði sérstaklega á hinsegin fólki sem ekki var af hvítum uppruna en áþens þó að gefa upp ástæðu þess í greininni. Sem sagt, ungt hinsegin fólk af öðrum kynþætti þyrfti aðganga slíku efni. Greinin fjallar í meginatriðum hversu mikilvægur vettvangur Tumblr var til þess að þróa þessi kynsegin auðkenni. Non-binary eða kynsegin sem skilgreint á allan mögulegan hátt, allt eftir hvert þú spyrð, sem að búi til í aftekingarmóki úlningsstúlkna á Tumblr fyrir rúmum 10 árum síðan sem sagt orðið að akademísku hugtaki kynjafræðarinnar og orðið að lögum á Íslandi. Samtökin 78 ásamt kynjafræðingum og aktivistum fengu carte blanche til þess að skrifa lög kynrænt sjálfræði sem voru samþykkt á Alþingi árið 2019
án nokkurar efnislegar þinglegar meðferðar sem heita má og án samfélagslegar umræðu og án vitundar almennings. Við skulum hafa í huga að kynsegin var til á Tumblr árið 2013, þannig að aðeins 6 árum síðar hægt að skrá sig þannig samkvæmt lögum á Íslandi. Flæðandi kynvitund og einkenni voru orðin svo mainstream á Tumblr að aðgerðir til þess að breyta kyneinkennum voru ekki eins mikilvægur á áður. Aftengingin var orðin svo mikil og sterk að samband milli hugar og líkama var í raun rofið. Karl getur verið kona ef honum líður þannig og engin líkamleg inngrip eru nauðsynleg. Ef hann segist vera kona, þá hann einfaldlega kona. Tumblr fólki var svo brothætt tilfinningalega og settu mikinn fókus á hversu viðkvæmar tilfinningar eru. Allar gagnrýnar spurningar auðkennispólitík þeirra og örauðkenni var mætt af mikilli hneykslan og neikvæðu viðhorfi. Það breytti engu hvort gagnrýnin var af góðum ásetningi eða ekki. Hugtök og boðorð eins og trigger warning, safe spaces, urðu vinsæl í háskólalífinu, já eða tjekkaðu forréttindi þín eða gerðu betur. Þetta kemur allt frá þessu tímabili. Þeir sem halda þessa hugmyndir væru vinsælar meðal kynjafræðinga í háskólakerfinu hafa vissulega rétt fyrir sér. En það ekki fyrir þessa hugmyndir ná kjölfestu á Tumblr að þær koma inn í meginstraumslífið. Úlingsstúlkur eru ekkert sérstaklega lagnar að skilja blæbrigði, heimspeki eða annað og það ekki út af því að þær eru kvenkyns en það út af því að þær eru einfaldlega krakkar. Flóknar kenningar Judith Butler í hinsegin fræðinni voru því lagðar fram á mjög einfaldan og einfeldlingslegan hátt. Slógan eins og gender is a performance eða kyn framkoma og ef þú kemur fram sem eitthvað kyn þá ertu einfaldlega þess kyns óháð líffræðilegu upphafi. Og kenningar Butlers voru vinsælar í postmodernískum kretsum háskólalífsins en alvöru ástæða þess að kenningarnar eru svona vinsælar núna vegna þess að úlingarnir tóku þær til sín og ákveðu að lifa eftir þeim í blindni. Have a mocha caramel latte chino made with skim milk, no whipped cream. Please put that in a grande cup, but use the same amount of coffee that you'd put into a tall. That way there's about an inch of extra room on top to stir in my own nutmeg without spilling any coffee at all. What do you want? Olive tea. What kind? Just tea? I'll have a mocha caramel latte chino made with skim milk, no whipped cream. Please put that in a grande cup, but use the same amount of coffee that you'd put into a tall. That way there's about an inch of extra room on top to stir in my own nutmeg without spilling any coffee at all. What do you want? Olive tea. Mocha caramel latte chino made with skim milk, no whipped cream. Please put that in a grande cup, but use the Jiggle, jiggle, pop, pop my hips, let her rock, okay. Swing left, swing right, my weave in tight, yeah. Hit her with the boom, dynamite, yeah. Reggie in my booty feeling tight, meets me at a spot. Caught a vibe, baby, are you coming for the ride? I just wanna look into your eyes. I just wanna stay for the night. When we catch a vibe, maybe we can hit the 405. Hypnotized by the lights, man, this must be the life. When I go to sleep, I can't even fall asleep. Something's got. So like a cis person, they have an ego and a superego that are both female. So of course their expression is usually female. But what happens when you have a male identity and a female body and you still have a female presentation? You can't call that cis
Because to say that that's still cis is to say that identity fundamentally doesn't matter. And I'm sure that there's plenty of conservative people who would agree with that. But if you're a liberal person and you care about gender identity and all that kind of stuff, you wouldn't want to call that cis because there's a lot of consequences to that statement. So I think that it's its own separate gender. And I had called it last summer. I called it cosmic gender. I learned that that's like a thing that already, and people refer to it as like having the gender of the cosmos, having so much gender it cannot be contained. Star gender is also already a thing. So I'm playing with words, and I'm thinking apelio gender, Achi gender, stoic gender, like something that's like of the sun, or acceptance, or just like, yeah, those two, something playing off of that. Hins vegar fóru hugmyndirnar sem táningsstúlkur fluttu á Tumblr hægt og rólega að verða samþykktar víðar, eins og til dæmis YouTuberum á netinu og öðrum efnisframleiðendum á samfélagsmiðlum sem útskýra hugmyndafræði kynvitundar, eins og klippurnar sem þú sást nýlega í þessum langdrægu myndbandsstiklum. Sumir höfundana koma úr akademíunni, svo sem heimspeki, sem til þess fallið að gefa þessum hugmyndum aukið vægi. Vinstri vængurinn fer í algjört uppnám og varð í raun og veru að tveimur vinstri vængjum í stjórnmálunum. Annar á bólakaf í auðkennispólitík og hinn klassíski vinstri vængur sem við þekkjum hann. Auðkennisanginn fer að tæta hinn í sig og saka sömu fordóma og fóbíur og alla aðra. Auðkennisanginn sem var drifin áfram að hvítu, efnuðu og menntuðu millistéttafólki náði í raun tökunum á vinstri vængnum með hjálp stórfyrirtækja á borð við lyfjarissa, fjölmiðlasamsteypa og tæknifyrirtækja og höfðu hann í raun undir þumlunum á sér. Fólk sem vogaði sér að spyrja gagnrýna spurninga og fara gegn þessari auðkennispólitík voru í raun brendir á báli sem nornir í stafrænum heimi og sviftir lífsviðurværi sínu og æru. Samfélagsmiðlarnir og fjölmiðlarnir fóru að taka upp á því að ritskoða hvern krók og kima opinberar umræðu og gerði það að verkum að þessa hugmyndir kyn og auðkenni urðu ekki einungis normaliseraðar, heldur urðu þar heilagar. Það var ekki mögulegt að fara gegn þessu því að það myndi gera því útlagan af samfélagsmiðlum. Fjölmiðlar birtu ekki neitt slíkt af ótta við árásir á auglýsingatekjur og það var ráðist að lífsviðurværi þeirra sem voguðu sér gegn. Það breytti heldur ekki neinu að fólk sem telst vera meðlimir að þessu hinsegin samfélagi og ættu því að vera nokkuð öruggum að geta tjáð sig þessi mál. Til dæmis var mér útskúfað frá hommaspjallinu strax árið 2017 og sama gildir hinsegin spjallið. Undir hinsegin reglífinni aðeins pláss fyrir yfirborðskendan fjölbreytileika svo sem kynhneigð, kyntjáningu og útlit. Fjölbreytileiki skoðana ekki aðeins ekki í lagi og ekki liðinn, hann beinlínis bannaður. Jafnvel transfólk sem setur skoðanafrelsi ofar auðkennispólitík brennt á stafræna báli internetsins. Þar má til dæmis nefna transmannin Buck Angel sem skrifaði umsögn til Alþingis vegna bælingarmeðferðarfrumvarpsins, Blair White, Caitlyn Jenner, Markus Steve Jensen og fleiri. Hugmyndafræðin æðri öllu, jafnvel velferð barna og ungmenna. Old school transfólk eins og Blair White og Buck Angel voru cancelled fyrir að halda því fram að þú þurfi greiningu á kynama til þess að vera trans og einnig fara í meðferði við kynama. Feministinn og rithöfundurinn Megan Murphy var bönnuð á Twitter fyrir að tvísta að karlmenn ekki konur og geta ekki verið konur. Reddit bannaði líka gagnrýna á kynjapólitíkina og subreddits eins og LGB án T eða LGB without the T. Samkynhneigðir fengu ekki að gagnrýna neitt og það má segja að við létum berja okkur eins og rakka
til hliðinni. Hreyfingin var tekin yfir af karlmönnum sem segjast vera konur og ekki aðeins okkar hreyfing, heldur líka kvenréttindahreyfingin, hin og þessi hagsmunafélög fatlaðra, öryrkja og annara minnihlutahópa. Sá sem hvað mest instrumental í þessu á Íslandi Ugla Stefania sem var formaður Trans Íslands og náði að gjörbreyta hvernig samtökin 78 starfa, gjörbreytt hinsegin dögum frá því að vera fyrir homo og lesbíur, barið kvenréttindahreyfinguna til hliðinni með því að fá kvenréttindafélag Íslands til þess að gera Trans Ísland að undirfélagi í félaginu að auki sem það í samtökunum 78. Öryrkjabandalag Íslands, Sjálfsbjörg og fleiri félög eru beint eða óbeint komin undir stjórn sömu hugmyndafræði. Skemmtistaðir fyrir samkynhneigða heyra nú sögunni til á Íslandi og það nánast ómögulegt fyrir homma og lesbíur að skipuleggja sig án þess að það sé infiltrerað af transöfgasinnum. Lesbíur geta ekki skipulagt viðbyrði með góðu móti án þess að karlar sem skilgreina sig sem konur hengi sig á þær og ungar ringlaðar úlingstúlkur hafa nú tekið upp að því að skilgreina sig sem homma og mæta í podcast voðalega happy og jolly hjá kynjafræðingum eins og Þorsteini Vaff og þessi þróun á sér stað Gjörvöll, Vesturlönd. Supposed to live, laugh, lesbian in these conditions. Huh. Hey, I'm gonna keep it real with y'all. I get no bitches, absolutely zero play. Good girl in a straw hat with her arms out in a cornfield. That is a scarecrow. Shining in the Rolls Royce, it got red guts. Wait, hold up. Nah, I still don't give a fuck. TERFs always like to act like trans women transition to satisfy some kind of autogynephilic fetish. I'm not transitioning to satisfy a fetish. I'm transitioning so that my various hobbies of being a shut-in guitarist who reads Infinite Jest and watches French New Wave cinema go from being generic cis man things to cool lesbian things. It's very simple. Listen, I'm not trying to start any discourse, but when are we going to talk about the cis straight man to cis man who's attracted to women but feels an undeniable sense of queerness to the way they experience that attraction but doesn't fully know how to interpret it, so they identify as bisexual even though a sexual and romantic attraction to men never feels quite as natural as it does with women, to trans lesbian pipeline. Put a finger down, transbian edition. Put a finger down if you came out in your mid to late 20s. Put a finger down if you were deep into the Yuri fandom before coming out. Put a finger down if you are still in the Yuri fandom after coming out. Put a finger down if before you came out you played as the girl in video games because they just look better. Put a finger down if before you came out you cosplayed as exclusively female characters because they just had better outfits. Put a finger down if you own a skater skirt. Put a finger down if you own a pair of these specific socks. Put a finger down if you own a pair of cat ears. Put a finger down if you own at least one complete Magic the Gathering deck. Put a finger down if before coming out your go-to outfit was a graphic tee with a video game reference on it, a pair of cargo shorts, and white New Balances. Put a finger down if you can't drive. Put a finger down if you really like trains. Jesus, hversu marga lesbíur skildu hafa sett alla fingurna niður. TikTok kom eins og þrumár heiðskýru lofti á senuna í heimsfaraldrinum. Í COVID-19 heimsfaraldrinum sprakk nýr samfélagsmiðl á vettvanginn TikTok. Margir tengja TikTok við skemmtileg dansmyndbönd og telja það örugt og barnavænt samfélagsmiðlaplattform. En undir yfirborðinu mikið úrval af undirmenningum. Algoritmanir sjá svo til að það sé matreitt sé rétt fyrir notendur það sem þeim ætlað að sjá. Samkynhneigð ungmenni sækja í efni tengt þeirra nethegðun og þá leiðir algoritmin þau frá einu í annað. Ef þú ert á viðkvæmum aldri og í mótun og ert í ferlun að átta þig á sjálfu þér, þá TikTok hins vegar stór vafasamur vettvangur. Efni fyrir samkynhneigða leiðir að myndefni svo fyrir hinsegin eða queer og það efni leiðir þig svo að efni það sem þú ert spurður út í kynvitund sem svo leiðir þig út í TikTok myndbönd sem auglýsa lækna sem framkvæma, skrifa upp á og krosshormóna og framkvæma skurðaðgerðir.
Myndbönd þar sem fólk hvatt áfram og jafnvel kefst við að fara í transferli og myndbönd þar sem fullorðnir gera í því að tæla börn og ungmenni til sín inn í þessa undirmenningu og inn í kynjakvöldið. Til dæmis mikið myndbönd þar sem hinsegin kynjakvöldistar halda því fram að allar lesbíur séu kynsegin. Í COVID-19 faraldrinum voru ungmenni föst heima hjá sér og lenda í þessari heilaþvottastöð sem TikTok Það gefur auga leið að það skila sér inn í aukningu á tilvistakrísu barna og ungmenna. Núna var til dæmis orðið nóg bara að segjast vera strákur eða stelpa, kona eða karl. Margar unglingsstúlkur lifðu tvöföldu lífi á þessum tíma. Lifðu sem karlmenn eða kynsegin á Tumblr og svo sem það sjálft í raunheimum. Auk þess að greina sig sjálft með kynama fór ungt fólk einnig að taka upp að því að greina sig með aðra geðsjúkdóma eins og kæki, Tourette, fjöldapersónuleikaröskun og fleira. Þó það gæti verið auðvelt að segja að þetta unga fólk væri að þykjast fyrir fram að myndavélina, þá ég vissum að sum þeirra voru það reyndar, en samt sína nýlega rannsóknir fram á að sum þeirra geta þróa með sér þau einkenni þessa sjúkdóma við að hámhorfa á efni á TikTok. Now to the rise in teens on TikTok who are self-diagnosing themselves with rare mental health disorders that they probably don't have after watching videos on the social platform. Those videos have been viewed hundreds of millions of times on TikTok. Hi, I have DID and today is our birthday. So I went to Goodwill and I got a bunch of stuff for everybody and I'm going to show you guys. I have like 30 people living in my brain and everything I do belongs to us as a group. No idea how many Dorman alters we actually have. I'd have to ask like a gatekeeper or something. TikTok users post more and more of these claims to various disorders. There are some concerns for clinical psychologists. We're joined right now by Dr. John Duffy. How worried are you about this latest trend? I have to tell you, Adrian, I am quite worried about it. You have to keep in mind that kids are super suggestible. Their body, their choice, as long as they're not hurting anybody else. Cutting off your fingers for aesthetic. Today I'm going to talk to you about something that nobody talks about and is not in the symptoms in the DSM for bipolar disorder. Now raise a hand if you started to lose feelings for someone you're romantically interested while in a manic episode. Self-diagnosis does increase the danger of both symptom amplification and minimization. What can happen is what we sometimes refer to as a horoscope effect. It's when you read symptoms online and you feel really connected to it, so much so that you believe that you must now have that particular diagnosis. With my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Whenever you have anything come out, and even if it affects just a potentially small portion of the population, just hearing about it over and over and over again can make it seem like it's much more real and much more true. Kids now will tell me that they will sit and watch videos about dissociative identity disorder or bipolar disorder or borderline personality disorder for hours on end. And when you do that, you're really indoctrinating yourself. I'm cisgender, the majority of my headmates aren't, and we've decided to transition. Which means that as happy as I am for the men in my system, I am about to have to watch myself go through the wrong puberty. Feel party. And no, I'm not pregnant. It's for myself. I'm non-binary. Aseflux is when a person's sexuality fluctuates between asexual and allosexual. I describe myself as agender. Asexual, demisexual, and cupiosexual. Autosexual, aseflux. Neuroqueer. Gray sexuality. Non-asexual, aromantic, and allosexual, aromantic. Oh, actually, I'm gender fluid. Oh, okay. Meaning their gender sort of fluidly changes between masculine and feminine and agender or as an aspec micro. Dexter is a gender identity that's similar to being a girl, but it's on a completely different plane from the binary gender of woman. Gender fluid means that I live on the gender fluid spectrum, but I never identify as female. I'm just not a man and just not a woman, but my gender is hard to define beyond that. It's just definitely queer. I think that I would like validation for my gender identity. Gender is a social construct. This is scientifically proven. Therefore, anything can be a gender because we made that fucking bullshit up. Fun perfectly encapsulates the balance of my masculine and feminine characteristics. Neurodivergent trans people don't owe you an explanation for their existence. I am a
white, transmasculine, femme, non-binary, temporarily, mostly able-bodied, neurodivergent, obsessive-compulsive, chronically... Íslenskir fjölmiðlar eins og annar staðar fóru að taka upp að því að taka þátt í þessari þróun sem átti sér stað á samfélagsmiðlunum og færa hana yfir í raunheima. Jafnvel börn voru ekki óhult fyrir meginströmsfjölmiðlum og voru oft sett fram í sviðsljósið frá unga aldri, nafngreind, birtar af þeim myndir, myndskeið og viðtöl. Þau voru látin fronta tilraunastarfsemi ideológa, pólitískra aktivista og svikarappa lyfjafyrirtækjana. Svikarappa, kynjafræðirinnar og fleiri hagsmunaaðila. Án þess að geta veitt upplýst samþykki nema með hjálp fullorðina sem brugðust þeim. Sum þessara barna hafa sem betur fer átta sig áður en það var seinan og eru í dag farin að stofna eigin fjölskyldur í sátt við kyn sitt og líkama. Ferli, hvað varstu gamalt? Sko, ég var svona 10 ára, kannski, já, ég held að ég hafi verið svona 10 ára að verða 11 ára eða eitthvað þannig. Þegar ég man bara að ég ætlaði að segja pappa mínum og ég var bara ekki, hei, þú veist, pappi, ég verið að segja þér eitt. Þannig að fyrsta spurningin hans bara, þú veist, ertu homofi? Sem var pínu gaman, en ég sagði hann það ekki þá út í að ég svona fríka út og fór bara og síðan sagði ég hann það í gegnum text message og af einhverju ástæðu vegna þess að pabbi minn meira chill heldur en mamma mín myndi ég segja, það meira svona maður fer að spyrja pappa hvort maður geti gist hjá vinu sínum heldur en þannig að þá hélt ég að mamma myndi vera reið út í mig í mjög langan tíma og ég var að deyja úr hræðslu en ég myndi segja að ég var pínu svona pressað að koma út þegar ég ætlaði fyrst að koma út og ég sagði vinum mínum frá því fyrsta skipti sem var alltaf að segja mér að ég ætti að segja pappa þannig að ég gerði það á endanum sem var bara mjög næs og síðan sagði ég líka pappa mínum bara í sama textmessage frá hverjum ég var skotin í og pappi var bara já þú ert alltaf að tala um henni gæja Svo síðan sagði ég mömmu og mamma var bara voðalega stuðningsrík og ég bara á þeim tíma vissi ég ekki hvað regnbogafánin var. Við vorum með regnbogafána inn í stofu og við fórum í gleðigöngun á hverju ári og ég vissi ekkert hvað það þýddi. Ég vissi ekkert að það tengdist því og því að það heitir bara gleðigangan og maður bara glaður með regnboga. Já, þú varst alltaf bara barn. Já, ég var bara barn. Þannig að mamma var bara svona frekar að segja mér frá þessu. Center for Transgender Surgery, and this is a very interesting field in surgery in that it hasn't been done so well. In other words, there's a lot of improvement to be made. Hi, Dr. Tony here. Today, we're going to talk about a partial fetus deletion. Answering some of your questions about this very popular procedure. What is the perfect age to have top surgery? My youngest patient was 15. My 14-year-old identified very, very young. Here's a list of terms that I've heard used by other trans masks to refer to the procedure. Remove the boob. Divest the chest. Eat that teat. Get rid of that titty. Arrest the breast. Control-Alt-T-Teat. Transitioning is an incredibly personal journey, and what may be affirming to one patient is not necessarily affirming to another. I have many non-binary patients. They're not fully masculine, and they don't want a full mastectomy, and I can assure you there's a plethora of different operations that can help you achieve the goals that you want. And the question is, do I have to have nipples after chest reconstruction? I have several patients that have elected not to have nipples. And they have a multitude of reasons. But whatever the reason, doesn't really matter. It's your body. Or if they want nipples in the shape of a Christmas tree or the Star of David, we're happy to accommodate your needs. Whatever you want, we can do squares, diamonds, stars, rainbows, horseshoes.
Busted Lucky Charms. I know what you've been looking for, and you are really in luck, because you just got one of those little darlings left, and a really unique color. There's basically every option you could dream of. These surgeries are highly customizable. You can get or lose any body part that you need. Some people just get a new penis and nothing else. Some people might get the whole package, but keep their vaginas. I left my T-dick unburied just because I wanted to, and now I've got 2 dicks. Bottom growth hurts. Like a lot. You do get like a completely different configuration, and you can pick and choose what parts you want to keep or change. In a vaginectomy, they go through the vagina in order to make incisions along the wall of the vagina and remove it entirely. I personally like to refer to it as jack-o'-lanterning, but I think that might be a little gruesome for others. Nullo is not a medical term. It's a term created by the community that's short for nullification. And it's typically someone that was born male that doesn't identify with their penis, testicle, scrotum, and so they want that removed. Ethically, I think it's perfectly reasonable. Look, I'm not making any money out of this deal. If you view your phalloplasty as a Ferrari, we just built you from scratch. A fistula or a stricture repair, it's another surgery, it's another 2 weeks with a suprapubic tube, but it's like changing a tire out on your Ferrari. It doesn't mean you've totaled the Ferrari. That ain't our real price, and that ain't either. That's our regular price. Our real price looks up like this, except for we're feeling really good in it. On 10 patients within an hour. In the 1930s, a new brain surgery, like the one portrayed here in the movie Francis, was brought to the United States, the lobotomy. Only a little more dangerous than operating to remove an infected tooth. It was performed on mentally ill patients all over the country, Lobotomy gets them home. hailed by the media as a miracle cure. Life magazine, the New York Times, Time magazine, they loved it. Lobotomy was felt to be mainstream science. It wins the Nobel Prize. But more than 40,000 surgeries later, the brutal truth about lobotomy would come to light. They were basically going in and mushing around brain tissue, and unfortunately, in many cases, leaving patients worse off. Það miskilningur að aðeins börn sé að lenda í vandræðum með sjálfsímynd sína. Fullorðið fólk með margvísleg undirliggjandi geðræn vandamál, tráma, fíknisjúkdóma og þess áttar eru viðkvæm gagnvart þessu. Ég ætla að sýna ykkur nokkra myndir áður við fáum að heyra í ágætum vinum okkar frá Bandaríkjunum, Scott Nugent. Hann transmaður sem berst gegn því að börn séu sett í nokkurs konar transferli og einnig Richie Herron sem hélt að hann var í transkona en hann fór í aðgerð en var í raun og veru bara mjög andlega veikur hommi. Richie skilaði einnig umsögn til Alþingis vegna frumvarps bann bælingameðferða. Sumir þurfa að fara í alltaf 40 aðgerðir til þess að láta laga sig eftir þessar limlestingar. Því vandamálin sem fylgja þessum tilrauna skurðaðgerðum eru svo algengar og svo margar. Hey there, Reykjavik! This is Scott Nugent. I hope you're enjoying the conference, and this is my story. I never
never fit. I was an alpha female, a sales executive that kind of just didn't fit in any box. When psychologists or somebody that I was in love with or whatever said that I was in the wrong body, I started to think, well, maybe I am. I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male through synthetic hormones and surgery. I will never be a man. Is it transphobic for me to tell the truth? Why is it that in a couple hundred years from now, if you dug up my body, they're gonna go, yeah, that was a woman, had babies. Can you tell me about the procedures that you had? I've had 7 surgeries. I've had 1 stress heart attack. I've had a helicopter life ride with a pulmonary embolism. I've had 17 rounds of antibiotics. I had 6 inches of hair on the inside of my urethra for 17 months. Nobody would help me, including the doctor that did this to me because I lost my insurance. I get infections every 3 to 4 months. I'm probably not going to live very long. Was there any real discussion of the risks and the side effects? And No, there's not. And I know that people want to think that there is, but there's not. The truth is that medical transition is experimental. We have studies that said that medical transition helps mental health with kids. They've all been retracted, modified, changed. But the only long-term study tells us 7 to 10 years is when transgender people are the most suicidal. After? After surgery. But that's transphobic to say. Puberty blockers, which are completely reversible and don't have permanent effects, are wonderful because we can put that pause on puberty. Just like if you were listening to music, you put the pause on and we stop the blockers and puberty would go right back to where it was. The next note in the song just delayed that period of time. You can just pause puberty. No, you can't. And then pick it up? No, you can't. In the future? No, you can't. How many studies do they have, long-term studies, on hormone blockers with children? None. For the first time in history, a marginalized group has a huge dollar sign on the top of their head. Every child that they convince is transgender and in need of medical transition, it generates $1.3 million to pharma. And we're believing a pharmaceutical company, Lupron, hormone blockers, reversible, so they say. Well, the truth is that in 2003, Lupron was sued and deemed a criminal enterprise by the U.S. government. They paid the most fine of any pharmaceutical company at that time, $874 million, wrote a check. Is Lupron chemical castration? Yes. We're giving it to pedophiles, aren't we? We're giving it to people that are dying, and we're giving it to kids, telling them that they were born in the wrong body and it's completely safe. We're telling children when they haven't fully developed that all you have to do is medically transition and you fit in. I was one of those kids. It got me at 42. Your child doesn't have a chance. What do you say to parents? A parent comes to you and says, my 8-year-old son is telling me he's a girl. Yeah, great. You're going to have them do an experimental procedure that creates the most suicidal ideation of any other population 7 to 10 years after, transition. And here's what I tell parents. You don't have the right to medically transition your child. Can kids consent? Do you think kids are capable of consenting to this? No, they're not. Being a parent is loving the hell out of your kids and helping them see around corners. We have 5 children's hospitals in the United States promoting that. And what? That's a phalloplasty. That's a bottom surgery. We have 5 children's hospitals in the United States telling girls that they can be boys at $70,000 a pop in a surgery that has a 67% complication rate. That will kill me from infection that I can't sue on
we're butchering a generation of children because nobody's willing to talk about anything. I have 3 kids. At the age that they're doing this to kids. I'm not transphobic. I love my kids, and I love other people's kids, and you should too. This is wrong on so many levels. Because I'm diagnosed obsessive compulsive disorder, which is an obsession about what? Not being a man, being a woman. I don't know about torture, but I felt this discomfort on, like, more so on how I was, like, seen in the world and how I was presenting, because I'm a little more sensitive than most people, you know, and I found it very difficult to relate to other men because they're all, you know, they're all into drinking, they're all into fighting, especially I came from the northeast of England, which is a culture within itself. And I just didn't fit in. It just didn't feel like me. And I was like, and then I saw these things online, especially about how this is all part of gender dysphoria. This thing called dysphoria that means that actually what I'm feeling is because I'm in the wrong body. That wasn't me. I was putting on a face that wasn't mine, a voice and a walk, because obviously with the males you have to do voice exercises. So I can speak like a woman, but I don't do that anymore, obviously. And it just felt extremely exhausting, and I realised that as time was going on, the things that I really wanted to do, so I love playing games, and I'm into, like, really, like, fast, sporty cars, and that was quite a, well, that's not what women do, you know, and it was a very, like, sort of misogynistic view on what I thought men and women should be, and I was like, well, obviously not quite the stereotype I thought I was. And then I started letting the other side get in, shall we say. I regretted my surgery when I had it in 2018. When I say surgery, I mean I don't have male genitals anymore. They're gone. And I almost immediately regretted that. And that was a powerful thing to pull us back into the real world. I was originally on an anti-androgen called Zoldex Goserelin. And that's an implant that goes in your abdomen. And what that does is that stops your body from producing testosterone. Ergo, you don't get, like, the masculinizing effects that makes men men. I wanted that blocked because I believed in my heart that testosterone was poisoning me. Not that, you know, you get other side effects with a lot of sexual dysfunction, urinary issues because everything's smaller. And this is all kind of weighed up against me as to, yeah, this is why you should transition. Because, you know, you're going through all this anyway, and if you don't... As in get bottom surgery? Yeah. So it was kind of sold to us like, well, you've kind of already got, like, atrophied genitals anyway, and you're already living full-time as a woman anyway. And it was like, why not? And then they just convinced us to the point where I was like, okay, I guess that's me, because as one of the psychiatrists put it, I was an ideal candidate for gender reassignment surgery. TikTok ekki eini samfélagsmiðillinn sem hefur valdið hnignun í geðheilbrigði unga fólksins. Tumblr var fyrsti samfélagsmiðillinn sem í raun dásamaði geðran vandamál og viðurkenndi þau sem persónuauðkenni sem fólk notaði til sjálfsskilgreiningar og til þess að byggja subcultures og samfélagshópa í kringum þau. Þessi hópamyndun á Tumblr var umtalsvert verri þar en það sem við sjáum á TikTok. Tumblr var til dæmis með sjálfskaðahóp og ungar stúlkur deildu ljósmyndum, gifs eða hreyfimyndum svokölluðum og sögum sem dásumuðu sjálfskaða og vegsumuðu og romantiseruðu þunglindi. Innlagnir á sjúkrahús vegna sjálfskaða kvenna stóðu í stað í þó nokkur tíma þangað til ársins 2008. Þá fór þeim allt í einu að fjölga, aðeins einu ári eftir að Tumblr fór í lofti árið 2007. Annað dæmi myrkraveröld Tumblr pro-ana eða pro-anorexíu hóparnir.
hópar listarstólsvina sem hvatti konur áfram til þess að verða eins grannar og mögulegt og þar sem þeir skiptist á leiðbeiningum og hvernig það átt að vera það og stríddu og hættist að hver annari til þess að gera sig eins grannar og hægt Greindum tilfellum af sjálfskaða, átröskunum og kynama jukust í takt við aukin sýnileika og markasetningu þeirra á samfélagsmiðlum. Allt þrennt á það sameiginlegt að snúast hatur á líkamannum og þrá til þess að breyta honum. Sú sprengja sem varð í aukinni aðsókn úlningsstúlkna í kosmetískt tvöfalt brjóstnám og aðsókn í testosterón allt inn í þessum sama kultúr. Ein kenningin við anorexíu sú að konur svelta sig til þess að fá líkamann til þess að líta minna kvenlegan út vegna streitu og kvíða sem þær finna sökum kvenleika síns. Kynami stúlkna og kynvitund undir sama þema, að fá líkamann til þess að vera minna kvenlegur í gegnum líta aðgerðir eða body modifications. Innlögnum að sjúkrahús vegna sjálfskaða kvenna jukust mikið og hratt á árunum 2008 til 2015 og á sama tíma fjölgaði úlingstúlkum sem skilgreindu sig trans og vildu þjónustu í því sambandi 5.000% í Bretlandi. Svipaðar tölur eru að finna á Íslandi. Hvernig getum við litið á þetta trend hjá sama hóp fólks og haldið því fram að þetta séu óskild mál? Hvernig hægt að hunsa það hlutverk sem samfélagsmiðlarnir spiluðu í þessu? Eini munurinn á milli sjálfskaða, anorexíu og kynama hvernig við sem samfélags bregðumst við. Við sjálfskaða og anorexíu hjálpum við sjúklingnum að hverfa frá neikvæðum tilfinningum í garð sjálfsins og vinna í geðheilsunni sinni, en með kynama þá hjálpum við þeim með að breyta líkamannum. Við vitum að ef unglingar sem upplifa kynama fá að ganga í gegnum náttúrulegan kynþroska án hugmyndafræðilegra lyfjainngrippa og afskipta, þá munu 75-90% þeirra vaksa úr grasi sem samkynhneigðir einstaklingar, oft á einhverfu rófi í sátt við kyn sitt og líkama. Það gerði ég sem hér tala. Og við erum mörg samkynhneigð sem gerum okkur grein fyrir þessu. Þess vegna þetta okkar hjartans mál. Auk þess, þá hefur réttindabaráttu okkar verið rænt og við erum í þeim aðstæðum að stórkostlegur skandall handan við hornið og að afhjúpast meir og meir eftir því sem líður á og það mun leiða til skelfilegs bakslags sem mun bitna fyrst og fremst á samkynhneigðum og jafnvel setja áunnin réttindi okkar í hættu. Við erum því ekki lengur í réttindabaráttu en við erum komin í réttindagæslu. Takk.